Allt frá síðasta áratug 20. aldarinnar og allt það sem af 21. öldinni hefur fríkirkjan við Tjörnina talað fyrir réttindabaráttu samkynhneigðra og hinsegin fólks. Í áratug, áður en lögin sem heimiluðu samkynhneigðum að ganga í hjónaband voru samþykkt, gaf ég sem embættismaður og prestur saman samkynhneigð pör með nákvæmlega sama hætti og gagnkynhneigð, en athafnirnar fengu ekki löggildingu hjá ráðuneyti eða ríkistrúarstofnuninni. Þegar Alþingi hóf að fjalla lögin sem heimiluðu samkynhneigðum að ganga í hjónaband, var það aðeins ein ríkistengd trúarstofnun sem stóð í vegi fyrir og hindraði bæði leynt og ljóst. Á sínu tíma var ég persónulega kærður af 8 þjóðkirkjuprestum fyrir stuðning minn við réttindabaráttu samkynhneigðra og gagnrýni mína á þjóðkirkjustofnunina í tengslum við það. Það er mér mjög ljúft að segja frá þeirri einu kæru sem ég hef nokkuð tíma fengið á mig. Ef fríkirkjan við Tjörnina hefði ekki fyrst allra trúfélaga og vissulega fyrst allra kristinna kirkna stigið fram með þessum hætti, þá hefðu núgildandi lög hugsanlega alls ekki verið samþykkt á þeim tíma. Gild rök má færa fyrir því. Síðan í júní 2010, þegar ein hjúskaparlög sem gilda fyrir alla gengu í gildi, var haldin hér í fríkirkjunni regnbogahátíð og stóra kirkjuna okkar fylltist. Og við fengum að tilkynna að forsætisráðherra Íslands hafi samdægus nýtt sér þau nýju lög og gengið í hjónaband með sinni konu. Og ég fékk leyfi til að tilkynna það einmitt hér.